Hér er dæmi 1 í viðbótarverkefni. Hér erum við að klára tíðnitöfluna og finna nokkrar stærðir. Til þess að byrja með þá skulum við finna heildartíðnina. Svo skulum við finna f sinum x. Draga niður fyrir rest og leggja saman. Og núna getum við strax fundið meðaltalið. Heildarsumman af f sinum x deilt með heildarsumman af f. Svona. Fjöldi talnanna er einfaldlega heildarsumman af f og miðgildið, sem sagt talan sem er í miðjunni af 73 tölum, ætti þá að vera 36,5. Þetta er fjöldi talnanna og þetta eru þær tölur sem koma til greina sem miðgildi. Ef við drögum hérna, þá sjáum við að það eru 3 ásar. Það eru 8 ásar og tvistar samtals. Það eru 17 ásar, tvistar og þristar og svo framvegis, og við leitum þá að tölunni sem er 36,5. Nú er ég búinn að draga yfir nokkrar tölur og Excel sýnir mér summuna hér af þeim. Summan af þessum tölum er 27. Þannig að ég veit að tala sem er númer 36,5, hún myndi lenda hér, af því að hérna þyrfti ég að bæta við 14 tölum. Og þá veit ég að tala númer 36,5 er inn í þessum flokki og er þess vegna 5. Tíðastagildið er sem sagt sú tala hér sem er algengust, sem hefur sem sagt mestu tíðnina á bak við sig. Hérna er hæsta tíðnin 14. Og þá er 5 tíðastagildið.